Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV, höfuðstöðvar samsæriskenninganna og annarra pælinga. Við Guðjón ætlum að fara hér í djúpköfun. Við erum komnir í búningana og búin að tengja træfildúpuna. Og velkomin Guðjón. Þú ert Takk. Mættur hér í kafarabúrinu. Algjörlega, já, með snorkel. Já. Ég bara með sundföt og snorkel. Það ekkert dýpra í kvöld. Já, ég er orðinn svona freediving champion, sko. Já. Nú hendi maður bara græðinu. Þeim áreindar ótrúlega djúpt þeir gurar. Já, mjög. Þeir sem eru aðeins af ástríðu, sko, þeir vilja helst bara lifa þarna niðri, sko. Einmitt. En ég verð að vinna svolítið mikið undanfarið, þannig að ég ekkert verið að framleiða mikið, en ég sé að þú ert bara á einhvers konar framleiðslu styrum. Ég ekki undan að horfa á þig, ég er bara að horfa á þig, þannig að ég ekkert að framleiða þig. Já, ég veit ekki hvaðan þetta kemur, sko. Ég er ekkert með neitt markmið, sko. Þetta kemur svona í tímabilum. Ég tók tímabil og setti náttúrulega rosalegt efni, en svo ég nú búin að vera aðeins rólegri undanfarið. Já. Svona andagift sem grípur mann, sko. Já, og ég reyndar búin að vera við þessu stegi, búin að vera að vinna náttúrulega, þannig að það fyrir öll orkan í það. En þú búin að vera að búa til líka svona nýyrði og orðskýringar sem ég er mjög hrifinn af, eins og þú kallaði það meitlara, og þeir meitla hugaðinn í tvennt. Já. Þetta snilld, sko. Þetta alveg snilldara konsept. Þetta var ekki viljandi, ég var ekki að reyna að búa þetta til, þetta bara kom. Já, þetta snilld. Takk fyrir það. En þetta fittar, sko. Þetta kom í nokkrum skrefum hjá mér, sko. Fyrst kom inn Steinrunni Hugur. Já. Og svo smátt og smátt fóru aðeins að birtast meir úr þokunni og svo fór maður að prófa að nota þetta og það einhvern veginn fittar, og ég sé það hjá fleira fólki að það grípur þessa samlíkingu, sko. Já. Ég er mjög ánægður með það náttúrulega, við erum ekki alveg sammála á öllum sviðum, en svona meginströmmum erum við sammála, sko. Já. Og þú ert aðeins meira ennþá í þessu sálar ósýnilega pæli, sko. Já. Ég er í mystíkinni, sko. Já, sem er náttúrulega bara ágætt, sko, en hins vegar finnst mér eins og með svona ákveðin grundvallarprinsip, eins og eignarrétt, hvenær líf byrjar, frelsi, náttúrugefin, ég vil ekki segja réttindi, náttúrugefnir hlutir. Já. Og fyrirbæri. Já. Fyrir mér er mikilvægt að aðskilja þessa umræðu á milli þetta sem þú kallar mystík, þessara ósýnilegu og andlegu hluta sem ég alls ekki segja sér ekki til, sko. Já, já. Og ég hef náttúrulega tekið hlutan þátt í þeirra umræðu. En síðan svona handháþreifandi praktískir hlutir, að það má vera svona að passa sig að blanda þessu ekki saman, sko. Já, já. Þá fer allt í vitleysu og valda elítan hefur notað það kerfisbundið að blanda þessu saman og fá út alveg hróttalega niðurstöður. Já. Ég kalla þetta þegar ég sagði mitt nýlega í einu vídeónu mínu, og ég er búin að vera svona, segja það reyndar í svolítinn tíma, en ég náði að segja það skýrt í Bilderberg-vídeónu mínu fyrir 2-3 dögum. Að við erum að horfa á 21 hlið á demantinum, sko. Já. Mainstream bara ein, svo vaknar maður og fer og spá í samsærin, maður er komin með aðra hlið, svo fer maður eins og ég er núna í mystíkinni, þá er maður í þriðju hliðinu, svona getur maður rakið fleiri hliðar, sko. Og ég er ekki að segja, þú veist, þessi hlið er svona, þessi hlið er svona, heldur er ég svolítið að fara út í, ég er að reyna að móta þetta perception fyrir bæri, hvað er sannleikur. Og ég er alveg sammála til þess því að eignarréttur skiptir máli. Ég er hins vegar að horfa svolítið á eignarréttin yfir sjálfum mér fyrst. Til dæmis.
eða eins og með human right annars vegar og civil right hins vegar. Ég skrifaði bara í gær fyrir þetta, sumt sem ég að koma með bara af því ég var að fatta það. Já, einmitt. Og þá stundur líka ger ég vídeo eða skrifa eitthvað af því bara til þess að sé glósað eitthvað staðar, annað hvort það fyrir mig eða aðra. Já. En þú sagðir einmitt sem hárrétt að sko mannréttindi eru blekking og þeir sem að krefjast mannréttinda í raun að krefjast þess að vera sviptir öllum réttindum. Já. Ég held að þú getur ekki krafist mannréttindi nema að sé búið að svipta þig mannréttindum. Já. Og þetta bara hlutir sem ég var að byrja að fatta í vetur þegar við vorum að spjalla svona hluti. Já. Og svo sá ég hana Kassi að því það er mikil baráttuhugur í henni núna og hún er mjög dugleg núna að vekja athygli á sínum málstað. Já. Og það bara var í vikunni sem hún minntist á human rights og ég sagði já, það er eitthvað blekkingarna. Svo mundi ég eftir því að það var eitthvað stjórnmálamaður bara í vor, í útvarpsviðtali sem minntist á borgararéttindi. Og það bara svona, ég kveikti bara á perunni. Að meðan við skríllin erum að berjast fyrir mannréttindum, þá vitum við ekkert hvað við erum að berjast fyrir. Nei, en þar þarf ekki að berjast fyrir neinu réttindum. Sko bara leið að fara að tala réttindi og berjast fyrir réttindum, þá ertu komin bara út í haf blekkingana. Sko. Þá ertu líka búin að viðurkenna valdhafann. Já. Og þess vegna var svo erfitt fyrir mig að orða stjórnarskrána mína án þess að nefna orði réttindi nokkuð staðar. Já. Og ég er ennþá að detta með tunguna í réttindi. Sko. Orðið réttindi þýðir engin réttindi. Bara leið og segir þetta eru mín réttindi, þá ertu búin að tapa þeim. Sko. Og þetta tengist einu hugtæki sem að mér er búið að vera mjög hugleikið í minni umfjöllun og þetta kemur víða fram hjá mér. Að leið, og ég veit ekki hvernig orða þetta rétt á íslensku. Leið og þú viðurkennir valdið, breytist hann í valdhafann. Og á ensku segir þetta when you give consent to the power, it transforms into authority. Og þetta... Ég var að lykta einu talunni. Já, það var einhver setningar sem ég orðaði þetta reynda betur á enskunni. When you give consent to the power, it becomes authority. Já, nákvæmlega. En mér vantar íslensk orðið fyrir authority nema bara sem valdhafi. En valdhafi, þú, leið og valdstjórnin fær samþykkið þitt, þá verður hún valdhafin yfir þig. Hún fær samþykkið þitt. Það er svona, minnst enska setningin hjúpa þetta betur. Já. Það oft sem enskan einmitt, sko, hún mjög lagalega góð að mörgu leyti og hún byggð, og það var eitt sem myndist einmitt á hann í Bilderberg-vídeónu undir lokin, þá varst að tala þetta legality. Já. Og reyndar, og ég geta vissulega verið sammálaður að þessi samkoma Bilderberg samkoma sé aðferð skuggavaldsins til þess að manifesta áætlanirnar sko og manifesta inn í legality. Ég held samt að það sé ekki alveg rétt sko, þetta í raun vinnufundur. Það er búið að ákveða, sko þarna mæta bara svona liðsforingjarnir. Og þarna eru þeir bara að taka við, þetta er það sem við ætlum að gera næst, við ætlum að krassa þessu, við ætlum að setja olíum upp eða niður, við ætlum að gera þetta, við ætlum að sprengja þetta land eða hitt landi og þeir taka bara við áætluninni og síðan eru þeir að tala saman sko, já ok, ef við gerum þetta í Belgíu þá virkar þetta í Luxemburg og við getum tekið Kína, þeir eru bara að plana hvernig þeir framkvæma þessa aðgerða áætlun sem við fá í hendur á þessum fundi. Já, ég alveg sammála því sko og ég man ekki hvort ég sagði það í vídeóinu, jú ég held ég hef sagt að ég ekkert viss allir sem að taka þátt í þessum fundi viti hvað þeir eru raunverulega að gera. Þeir eru að gera þetta tæknilega eins og þú ert að lýsa, þessa tæknilega útfærslu,
En sem sagt, það sem ég að horfa á, ég búin að vera að horfa svolítið undanfarið í þessum ensku myndböndum mínum, ég að horfa meira á sko, það sem við sjáum, eins og hvað ef ég hef tveggja heimasýn, hvað ef ég hef svona ákveðna mystíska sýn. Þannig ég að leita að, sko, það sem ég svolítið að leita að þó ég vísit nú ekki í meitlarana vegna þess að það það dýpsta sem að ég hef farið. Það sko, í blekkingaheiminum. Þá sé ég, þá poppa upp svona í jaðrinum út allt. Og kannski langt mál að útskýra. Ég held að þeir eru eins og með allar blekkingar beittur framan augun á manni en samt faldir. Og ég búin að vera að pæla svo mikið í svo með hvað launhelgarnar gera og þá fer ég til þess að sjá kommentin og það að starta okkur. Já, svo kemur og fer hvort ég heyri þér með truflunum ekki. Já, við erum hérna á tæpri línu, ég ekki búin að fá ljóslegaran heima þá. En hérna, já, örlítið tilbaka. Já, sko, ég ætla það bara að umorða þetta. Það sem ég svona horfa á að meitlari sem búin að fara í gegnum 12 launhelgar, það að 12 stigsbreytingar, hann kannski búin að fara í margar launhelgar, en hann búin að taka 12 þrep, 12, kannski 18 þrep. Hvernig breytir það hans sýn á heiminn og þetta andlega og mystíska heiminn, bara pjúra mystik, að hann sér kannski veruleikan allt öðru vísu. Ég líkti þessu á einhverjum stað, ég man ekki hvar ég gerði það, en ég líkti þessu á einum staði það sem sýnt í Lord of the Rings. Þegar Frodo setur hringinn á puttan, þá breytist hvernig hann sér allt. Og þannig ég að fara í sko, hérna eru kannski mjög fámennur hópur sem ræður yfir gríðarlegu físísku valdi, þessi valdi í þeim heimi sem að við teljum okkur búa í, bara heiminum sem við þekkjum. En þeir eru kannski líka konir með ákveð svona mystical power. Bara við getum kallað pjúra galdra ef við viljum, en það er svolítið klént orðalag. Það eru konir með ákveð svona power og ákveðna sýn, ákveð vald, ákveðna sýn sem að við venjulega fólki skiljum ekki. Og ég svolítið að reyna að stilla þessu upp við hliðina á því sem við erum vön að sjá. Vegna þess að mér langar að reyna að skilja sko hver vírunin undir borðinu. Ég að reyna að rekja, ég svolítið inn í einhverjum underground tunnels, inn í einhverjum mystísku fjalli að rekja mig áfram. Og mér finnst mikilvægt að í hvert skipti sem ég fæ nýtt svona skilningsbrot, þá varpa ég því þarna út, því að í þeirri trú að það sé kannski einhver sem pikkar þetta upp og tengir ykkur á punkta. Ég bara, ég fann eitthvað, hendi því hérna og, þú veist, svo einhver tekur við því einhver tíman einhver staðar. Veit ekki hvort þetta make a sense. Sko, þú veist allir með því svona fótboltafélögum eða handboltafélögum áður en fara í leik, þá koma þeir oft upp svona rituálum. Þeir eru í sömu skónum, í sömu sokkum, þeir fara í svona hringi til þess að peppa hvern annan og þeir eru alltaf með sama númer á skiltinu og ef þeir fá annan númer þá trúar því ekki að þeir geta unnið og það er svona dæmi í gangi. Sko. Og sko, það er ákveðin kraftur í þessu. Ég hef spilað fótbolta og það myndast svona ákveðin eitthvað svona samlegðar áhrif og þess vegna eru þessar sko fórnir eins og til dæmis Demigord var að benda á núna, Óli Demigord með að Úteyja hafi verið svona í raun fórnar athöfn og Oslo hafi verið svona verið að byggja terrormonument sko. Já, mér finnst það mjög cool pæling hjá honum. Mjög góð pælingar, en sko sama sko og þetta hefur verið stundað af elitinni alveg langt aftur og við getum rakið okkur til Egyptalands og hvar sem að gera ykkur svona sturlaðar fórnir og þetta til þess að þjappa saman liðin sko. Já. Og sko þegar þú ert búin að nauðga og drepa börn og drekka úr þeim blóðið sko þá ert ég ákveðnum ham á eftir sko. Það hefur ákveðin áhrif á þig sko. Já. Og þannig að það eru þessar hópeflisæfingar sem í gangi. Og ég held að Óli Demigard hafi hitt
beint í mark með þetta Noregs dæmi. Ég hef reyndar ekki viljað tjá mig mikið þetta því ég hef þess að vinna í Noregi stundum. Og ég reyndar að vinna fyrir norskt fyrirtæki í Svíþjóð núna. Þannig þetta reyndar svona myndin nánast sem að ég hef aðeins látið leka í gegn hjá mér, en ég vildi ekki gera sér vídeó þetta eða tjá mig mikið þetta, bara út af þeim aðstæðum sem ég í. En ég myndi segja að Óli Demegard 97% on the money, sko. Alveg sammála. Það er smávílega skepjur í honum, en það eru svo litlar að það tekur því alltaf að vera tínaðar upp, sko. Já, það líka svo erfitt að ákveða hvað eru skekkjur og hvað ekki. Ég get sagt þér til dæmis að ég var til dæmis ég var af því komin að gera vídeó á ensku þess að ég var búin að vera að pæla, það tók mér marga daga, ég kom með fullt af brotum inn í meitlaradæmið og sum brotin eru, sko, elsta brotið er frá því ég var 12 ára, næst elsta frá því ég var 18 ára, og ég hef geymt þessi brot einhver hluta vegna. Núna er ég hins vegar komin með mjög stóra púslu út úr þessum brotum og ég var af því komin að gera vídeó þar sem ég bara færi yfir öll brotin og legði þau á borðið og hendi þessu frá mér. Og svo komst ég að þeirri niðurstöðu að það væri ekki þess virði að gera það. Bara mínar ástæður fyrir því og ég ákvað að taka frekar þann sjónarpól og ég er búin að fá góð komment á það, bara persónulegar ábendingar að sko í 3 vídeóum bara í röð kom ég með ef þú ert meitlari og þér líkar ekki hvar þú ert, hvað getur þú gert í málinu? Og þú veist að fólk hérna, og þegar kem ég aftur nefnilega því sem ég er að segja í Bilderberg-vídeóinu, þegar ég er að tala sko að the shadow is acquiring legality eða confirmation, undirskrift, að það sem þessi við erum nefnilega búin að vera að tala í djúpkóðunum að við erum alltaf að lenda aftur og aftur á þessum steini sem heitir undirskrift, hið löglega og við sjáum þann lykil koma svo í það, samningurinn. Já, reyndar reitt legality sem ég fjallaði aðeins, vildi því svo eini sem hefur fjallað það. Það þetta lagalega konsept sem heitir monster. Já. Það þess vegna sem það svona mikil, sko, og ég tók eftir þú varst með að tala þetta Vestmannaeyjaplotti og ég var ekki alveg náði hvort þú sást alveg í gegnum eða ekki. Ég veit, nei. Það er vikuna áður en að Vestmannaeyjar eru, eða Vestmannahelgin, hvað í gangi þá? Ég man það ekki. Druslugangan. Já, þú meinar. Heldur að það tengist? Druslugangan byrjar, allir klæðast þessu druslur og ég meina hvað drusla? Það bara eitthvað típ sem að gefa sig fram til að láta ríða sér. Það drusla. Og síðan bara næstu helgi, þá allir bara nei, nauðgun, allir kallmenn eru bara nauðgarar og þetta svona nauðgunar útihátíður og þetta bara nauðgunar hátíð og hvað meinarðu? Þetta í raun bara þetta orðið svo geðveikt hjá þeim, þetta meikar ekki einu sinni senn, sko. Ég meina, akkur ertu með druslugangu ef þú ert á móti nauðgunum. Ekki allir með þá hreinu að ef þú labbar eins og druslátum alla trissur þarf að bjóða hættunni heim, eða ekki? Já, þetta góður punktur og ég held ég hef mér sagt það í þessu vídeó þess að ég var að pæla í þessu að ég var ekkert alveg kláraði hvaða punkta ég ætti að tengja eða hvað væri þarna baku. En ég ákvað samt að tengja það sem ég sæi bara til að leggja það upp á borðið. En þess að ég veit að einmitt eins og þú ert að koma þarna með mjög góðan punkt. Að það tekur einhver myndina og bætir við eða kannski tekur myndina þína eða myndina mína og breytir henni eins og þú segir með Óla. Hann er þarna með 97% mynd. En það vantar kannski 3 brotin í myndina en við erum komnir með eitthvað upp á borðið og við erum kannski ekki engin okkar komist, sko það sem að mér fannst áhugaverðast, sko ég sá til að þú deildir vídeónu inn á Faceið og ég sá það koma en ég sá titillinn var þannig, ég hélt þetta væri á norsku og dönsku og það er svo langt síðan að ég gat hlusta á dönsku, ég nennti ekki að fara að hlusta á það
svo leið einhver 2 tímar, þetta var alltaf að poppa upp á skjáinn, svo ég hugsaði, horfa á þetta, tekka á þessu. Svo fer ég að horfa á þetta og þetta alveg snilldar vel gert hjá hann. Hann fer mjög vel í gegnum myndina, mjög vel. Og líka því ég vissi ekki. Hann þetta sænskur, þú sagði hann var norskur, hann sænskur á Norrland. Já, ok, ég veit ekkert meira hann svo. Ég vissi ekki hann var til fyrir þarna, sko. Hann eiginlega konungurinn yfir Ólafur Palme samsærinu. Já, ok, hann mentist einmitt á það, sko. En það sem að... Hann hefur skrifað bók sem heitir Coup d'État in Slow Motion, eða valdarán í hægagangi. Sú bók það, já? Já. En ég var fyrir ákveðni opinberun að bara að það að vita hann til. Ég fór inn á vefsíðuna hans, mér líkar ekki við vefsíðuna hans. Nei, hún frekar hýrbull. Hún svo yfirgrunnsmikil, hún svo þung og svo, ekki alveg mæst. Ég svo mikið fyrir þetta einfalda, sko. Já. En það sem ég langaði að segja sko, málið að það ekkert langt síðan ég og þú vorum að tala þetta. Við myndust á þetta eitthvað í djúpkóðunum og svo eitthvað sá ég, við höfum talað þetta líka á Facebook með þetta rituals. Að mér var svo áhugavert að það bara á síðustu 2 mánuðin sem ég og þú erum búin að vera að varpa þessu upp með fórnarathafnir og við höfum einmitt verið að segja, heyrðu úti, þetta var fórnarathafn. Og svo vorum við líka varp á mill okkar var yfirleitt nokkur drepinn, sko. En við vorum báðir búin að segja, heyrðu, sá sem dæmdur fyrir þetta ekki morðinginn. En við vorum að, sko, svo allt í einu bara viku seinna sjáum við þessa fyrirtöku hjá Óla. Já, ég var að segja að allir þessi hróttar eitthvað þar saman á eigi og fylleri. Já, en það sem ég svo áhugavert sko, hvernig við erum að fá sko innsæðskotin sko, þó fólk ekki einu svona að bera saman bækur sínar, það poppar upp heyrðu því að það þetta sem var að gerast. Sjá til dæmis að við erum að fá þetta vídeó, fullt af fólk að sjá það hérna í okkar umhverfi, en það enginn að öskra okkur. Þetta svo viðkvæmt mál, sko. Já, fólk er hætt, sko, ég var til dæmis á útvarpi Sögu í síðustu viku. Og meitlararnir eins og kallaði á, þeir hafa ákveðina svartækni við þegar að flæðir út svona sannleikur eins og í gegnum mig. Eða svona flæðir út þetta bull sem ég að dæla frá mér. Og það var eftir að ég var hjá þeim félagunum Markus og Jóa sem eiga heiðurskilið, þegar þetta eru heiðursmenn, báðir 2. En samt kom í viðtal strax og eftir einhver Guðmundur hagfræðingur, sko. Já. Og þar tók hann undir það sem ég var að segja, sko, já, þetta svona glæpamafía bara sem að rústa öllum heiminum og þetta já svona. En lausnin sem hann var með var að, já, það þannig að bara fá eitthvað háskólafólk í stjórn með 5 milljónir á mánuði. Já, þegar kaþólska kirkjan var að taka fólk og brenna það á báli og setja allt í vitleysu, þá var lausnin að fá einhverja kaþólska presta í stjórnunarstörf fyrir 5 milljónir á mánuði. Það sko, háskólafólkið með svo stóra mindspot, auktak sem þú kemur með líka núna inn í þessa pælingu, að þeir sjá, þannig að kemur þessi hagfræðingur og opinbera blindu sína á fullkominn hátt, sko. Já. En í sambandi við það sem að Óli Demigard feilaði aðeins, það var svona meira bara tæknisk atriði, eins og hann var að tala að þessir vírar sem að Delta-liðið tók af götunum strax eftir sprenginguna. Hann var að tala að þetta væri eitthvað svona til þess að deila orkustýringar, það ekki rétt. Þetta bara bull í honum, sko. Og hann var að tala svona alls konar, ég reyndar hef farið á dýnambið námskeið, sko, þannig ég lært sprengiefni hjá Guðmundi Birgissinni, Gunnari Birgis, bæjarstjóri Kópavogs fyrrverandi. Og þetta einfaldlega bara sprengiefni sem notað og sennilega mest inni og líka sprengiefni inn í byggingunum, sko. Þessna fór allt glerið út, sko. Þetta mest sprengt innanfrá. Já. Og þannig að hann var svona aðeins tæknilega skakkur á einum og öðrum stað, en svona heildar þemað í því sem hann var að segja
svona nokkurn veginn eins og flestir sem hafa verið að grúska í þessu að komast að með niðurstöðu. Ég reyndar hélt að það væri bara 2 skotmenn sko, hann að tala 5 til 8. Já. Hann kom með þarna mjög athyglisverða punkt að stærsta húsið á eyjunni hann réðst ekki inn í stærsta húsið og það var ekkert sem skeði í stærsta húsinu og hann var að tala að þar hefði verið kontrollstöðin sko. Ég tók eftir því að myndist á þetta, ég var enda búin að gleyma því, en það þá kemur þessi mystíska sýn hjá mér. Já. Að ég komið svo mikið að horfa á mystíska sýn og það líka ástæða fyrir því að ég finn alveg að í gegnum það innsæði sem ég að fá, bara í mínu grúski, því ég nota líka innsæði svo mikið til að leiða mig áfram. Eða svona inspiration moments. Að ég að reyna líka að búa til fyrir þá sem að horfa á ensku myndböndum mín sérstaklega. Að ég aðalega fjallum þetta með mystíkina þar. Að ég reyna að búa til fyrir eitthvað sem fer í gegn með nokkur myndskeið hjá mér og byrjar að raða saman þeim brotum, að hann fatti að það hægt að búa til svona hliðarheim og sjá heiminn á allt annan hátt í gegnum mystíska veruleika. Og ég á þeirri skoðun að þeir sem eru þarna í skuggavaldinu, þeir séu með slíka sýn. Ekki kannski á sama hátt og ég túlkana, en ef fólk sé að reyna að fatta skuggavaldi og reyna að finna út hvað getum við gert til þess að, hvað svo sem við ætlum að gera við þessar upplýsingar, þessan skilning, ef maður veit ekki við hvað að eiga, þetta eins og þú sagðir einhvern tímann, það er svolítið komin spilinu svolítið fann að rekjast upp á borðinu, alveg fullt af hlutum. Fyrir mér er þetta reyndar svolítið sko, maður sér, mér finnst ofta gott að nota dæmi eins og fótboltaleiki sko, því að skilja allir mekaníkina í fótbolta sem flestir. Já. Og þú ert kannski að horfa á fótboltaleik sem bara vinnur leik eftir leik eftir leik. Og svo fer að skoða leikina betur á vídeó sko, og þá fer að sjá að það er svona kritísku momentum í leiknum. Þá er dómarinn ekki alveg lógiskur sko. Já. Og þú sér að það gerist í leik eftir leik eftir leik. Já. Þá hefur dómgæslan afgerandi áhrif á niðurstöðu leiksins. Já. Svo fer að rannsaka þetta betur og þá kemstu að því að þetta lið er búið að vera að múta dómurunum í mörg ár. Já. Og þá allt fyrir fatta svo horfum við aftur á vídeóteipinu og þú fattar alveg af hverju þeir unnalla þessa leiki. Já. Og fyrir mér er það engin sérstök mystík, eða það er ekkert umrænt eða ekkert skuggavaldi því að það er bara hrein og klár mútur. Já, ég er alveg sammálaður því. Það sem að ég er að horfa á sko, að ef við erum að horfa á þetta tæknilega, það er allt í lagi sko. Það dugar alveg. Við sjáum að þeir sem eru eins og því sem að, samsæringar bara, conspiracy theorists, að því ég er alltaf að leggja svo miklu áherslu á að ég sé ekki conspiracy theorist, sko. Ég er bara að reyna Nei, þetta er bara, þetta er flókið. It's complicated. It's complicated. En það sem ég er að reyna að gera, sko, er að því ég finn það aðeins frá sko því náttúrulega ég er til þess ekki að reyna að leita að einhverjum stórum áhorfendafjölda sem að fer bara að segja við Guðjónum með sannleikann og bla 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 bla. Ég nenni ekki slíku sko. Ég myndi þá bara loka rásinu mín eiginlega. Og ég nú oft loka Facebook-prófílinu mínum. Ég vil ekki mikla athygli. Ég er bara grúska og henda svo frá mér því sem að ég sé og ef það meikar sens fyrir ykkur, gott mál, en ég er að halda áfram að grafa mig lengra sko. Af því ég er að leita fyrir sjálf á mig. En ég sé hins vegar að ég fæ okkur feedback frá einhverjum sem er að sjá hvað ég er að tala og það segir mér að það sem ég er að gera hafi eitthvað vægi fyrir einhvern, það dugar mér alveg. Og það sem mér langar að bæta við með þennan mystíska veruleika. Þannig að sko hlutir sem að ég er búin að vera að byrja að raða saman brotum bara síðasta hálfa árið. Ég er nefnilega svolítið bara uppgöta líka. Þegar ég er að koma fram með eitthvað, ég er kannski nýbúin að fatta eitthvað. Plús það að þetta sem ég var að fatta, raðast kannski með ykkur brot sem maður er búin að vera að safna saman í 30-40 ár. Þegar við horfum á húsið úti í gegnum þessa mystísku túlkun mína,
þá sé ég húsið á eynni sem musteri. Pure and simple. Þú veist, í tæknilegu lýsingunni sem þú varst með, stjórnstöð fínt, sko, og þarna fór samhængin fram, fínt, en það í hinum hlutbundna veruleika. En í mystíska veruleikanum var það musteri, þarna var presturinn. Já, en sko, þú veist að þeir gefa alltaf þetta merki hérna. Já, ég vissi það ekki. Allir gefa þetta merki hér. Þetta það sem þeir gefa hvort öðrum. Þetta þýðir það hornet snake eða hópnótti snákurinn. Já. Og hópnótti snákurinn þannig að þetta sandsnákur með hópn. Og hann alveg baneitraður, sko, einn af þeim eitruðustu á jörðinni. Og hann í einhverja logoðunum mínum, þá sett ég það með snáki, að sko, hann svamlar í sandinu og svo bara allt í einu hoppar hann upp og bítur þau og drepur þau, sko. Já. Og það þeir sjá sig þannig að þeir eru snákar sem að synda í mannhafinu eða sandinum. Þeir sjá mennina bara eins og sand og síðan rísa þær og bíta eins og snákur, sko. Og skilja eftir þessi eitrið drepur, sko. Og þess að þú sér núna til dæmis Harmageddurnar og fleiri reyna að fá umræðuna bara til þess að snúast Bilderberg. Þetta bara Bilderbergara. Hvað Bilderbergarar að gera núna? Já, og þræn súmana alveg niður í Bilderberg, sko. Já. En það eitt sem að snákar gera, að þeir hafa hamskipti. Já. Skilja eftir bara alveg eitt sett af skinni, sko. Og það það sem þeir gera og þegar fólk alltaf að efnagreina hýðið sem þeir skilja eftir, það þeir alltaf farnir eitthvað annað, sko. Já, já. Og allt sem kemur svona upp á yfirborðið eins og Bilderberg og fleira slíkt, sko. Núna fara það bara að senda kjánan á Bilderberg, sko. Og síðan setja þeir eitthvað annar fundir þarna staðar, sko. Þeir hafa alltaf sendið kjánan á Bilderberg. Létt, sko. Má ég aðeins bæta við? Þú veist hvað ég meina, við erum alltaf að ná taki í eitthvað sem bara gamalt skinnaðum, sko. Já, já. Já, það var, sko, en bara svo ég bæti aðeins bara við örfum orðum þess að ég var að tala áðan, þess að ég raunin að segja að þegar meðan fólk að horfa á þetta áþreifanlega, það fínt, ekki hætta því. Það eina sem ég að gera með mínu innleggi, ég líti á þetta meira þannig, ég bara koma með innleggi í umræðuna til að segja, heyrðu, hafðu þetta með til hliðsjónar þessa sko, eins og þessi Bilderberg túlkun mína, þarna sé búið að ákveða einhverju hluti inn í þessu mystíska veruleika sem þeir í. Og ég á við að þegar þeir horfa, sko, eins og til dæmis tökum mann sem kannski komin einna upp á 20. stig í meiklurunum og komin inn í þær launhelgar og þann klíkuskap sem þar og hann búinn að fara gegnum ákveðnar umbreytingar. Launhelgarnar nefnilega snúast að hluta til umbreytingar. Þess vegna tala ég þetta kljúfa sálina og byrja svo að meikla hana, byrja svo að móta hana. Og ég hef fleiri túlkanir á þessu sem ég hef ekki komið fram með, sem ég veit að margir hefur áhuga að heyra, en það bara býður. Þegar þú ert komin á ákveðin stað í svona mystísku veruleika, þá sérðu sko, þá breytist sýnið þín svo mikið. Hún bæði víkkar og dýpkar. Hvort sem hún björt eða dökk, þá ertu samt sko, komin með ákveðna svona, við getum bara sagt bara berum þetta sama við Bruce Lee. Bruce Lee var snillingur í martial arts. En hann var hætt, þegar hann var spurður hvaða method notaru, þá sagði hann, my method is no method. Hann var búinn að læra allar methodina. Hann var búinn að læra all kerfin og þjálfa þau öll. Hann var að þjálfa marga tíma á dag, árum saman. Þannig að sko, hann hafði ekki lengur method. Hann hafði bara flæði. Og Sigga Jóna, sem að vinnur á bæjarskrifstofunum og með áskrift á stöð 2 og með 2 börn í skóla, hún myndi ekki nenna að hlusta á 5 mínútur af þessu spjalli okkar, af því það svo langt frá hennar veruleika. En við erum búin að vera grúski svo mörgu og svo lengi að við getum horft yfir með svo mikla breytta veruleika.
Hérna ég bara að segja að það til ein vídd í viðbót. Ef við sjáum hana og ef við skiljum sagt, ekki hvort hún rétt, heldur ef við getum séð sagt, ef við getum séð þennan normalveruleika fólksins í kringum okkur og eins og þeir gætu verið að sjá hann, þá þegar þeir horfa á atburðarás, sko, segjum global atburðarás, eins og Bilderberg snýst það, hvernig á að samhæfa ákveðin plott og flækjur á milli efnahagskerfa og ríkja og jafnvel trúarkerfa, að frá fólki sem að rannsaka Bilderberg, þeir sjá ákveðna sýn, flott, en þessir menn sjá meiri breidd og þeir líta svo á, heyrðu, ef einhver fattar það sem við erum að sjá, þá er gott ef við erum búin að vissan átt tryggja okkur. Ég veit ekki hvort þetta meikar sens, en við getum tekið þetta þannig, heyrðu, við erum búin að ákveða hvað við ætlum að gera næstu 5 árin, við þurfum að hugfesta það í hinum sýnilega veruleika. Og þá erum við búin að baktryggja okkur. Þetta er svona, ég er ekki búin að hugsa þetta til enda, en þetta er svona hlutir sem ég hef aðeins verið að velta fyrir mér. Ég veit ekki hvort þetta meikar sens fyrir einhvern. Þetta meikar sens að hluta til fyrir mér sjálfum, ekki að ég er alla leið. Ég er svona... Málið er það að ég var alltaf í þessu ferli mínum, sem er nú sannlega frá cirka 2009, þá hef ég oft staðið frammi fyrir þessum andlega mystíska hluta af þessu öllu. Já. Og ef ég tek aftur dæmið áðan með dómaran sem tók mútur frá þessu fótboltafélagi í mjög langan tíma, þannig að þetta fótboltalið vann alltaf alla leiki. Skiptir einhverju máli hvort hann tók við evrum eða dollarum sem mútur? Skiptir einhverju máli hvort hann gerði einhver kristinn eða múslimi? Skiptir einhverju máli hvort að liðið sem að greitt honum múturnar var með arnarklóf eða rottuhaus sem svona lukkuðu hluti? Skiptir einhverju máli hverjar trúar liðið var eða veist, það er nefnilega hluti af blekkingum. Þegar þú horfir í augu við svona ljótan veruleika, þá reynir einhvern veginn að finna mýkri skýringar og svo erfitt að horfast í augu við bara þennan blákalda umveruleika. Sko. Já. Og þá reynir að finna einhverja svona mýkingarefni. Og þar kemur þessi mystík og allt þetta inn. Það sem að dómarinn er að sanna, þess vegna svo gott að lesa Protocols Elders of Sion, þeir sálgreina bara fólk yfir höfuð. Flest fólk er auðmútanlegt og auðvelt að spilla. Já. Það er ekki mystík í því, það er bara hvernig staðreind. Þú gerðu bara tilraun, veist. Farðu með 500 skall og farðu bara út á götu næsta mann sem hefur, þú leymur þennan hérna utanundir, eða bara kýlur á kjaftinn, þá farðu 500 skall. Gerðu bara könnun hvað margir kýla næsta mann á kjaftinn. Já. Og ef enginn gera það, pröfaðu það 5 milljónir. Ef enginn gera það, pröfaðu 50 milljónir. Já. Og það er þessi einfaldleiki sem að elitan er búin að uppgötva. Ég er alveg sammálaður þarna. Og mistingin er miskunnarlegst notað til þess að rugla fólk og trufla og það bara. Það er eins og ég held að séu snákar líka, ég er ekki viss um. Það er eitthvað dýr sem að bíta og skilja eftir eitur, sko. Þetta er lamadýr en drepað ekki, þau vilja borða dýri fest. Já. Þannig að með því að lama þá er það bara eins og ísskápur eða geymslupraktík, sko. Að sko, mystíkin er hluti af blekkingakerfinu. Ég er alveg sammála því, sko. Það er engin sannleikur, mannstu. En ég er ekki að leita þannig sér sannleika. Ég er að leita af því sem að best er að segja í ensku aftur, viewpoint. Þarna ertu komið með, sko, orð heyrast aldrei. Það er engin sannleikur.
Ég til dæmis, það var eitt sem að ég held ég við sagt að ég einu ensku myndböndurinn mína nýlega, að ég datt niður á það hversuna maður verður svona þreyttur stundum, maður verður nefnilega ekki þreyttur eftir öll vídeó sem maður gerir. Nei. Og ég var mikið búinn að vera pæli, svo allt í einu fattaði ég að vídeóin sem gerði mig þreyttan voru þar sem að ég var að koma í orð einhverju sem sjaldan sagt. Já, það að brjóta múrana, brjóta norðan, sko. Og þarna allt í einu fattaði þegar þú segir fram í orðum einhverja hugsun, þú ert kannski búinn að hugsa þetta heilmikið, þú ert kannski búinn á kaffihúsi spjalla við góðan vin sem skilur þessa hugsun og þegar við varpaði henni á milli ykkar, en svo setur hann allt inn í vídeó þar sem margir geta séð og margir geta heyrt hugsunina, að þá ertu að taka þessa hugsun og setja hana út í veruleika allra hinna og eins og þú sést að meitla eitthvað sýnilegt út úr hennu ósýnilega og þetta krefst orku. Þannig að orðin sjálf, þau eru í rauninni bara myndbirting á hugsun sem sjálf þarf orku. Og það þarna þegar maður er að vinna með þarna, þegar ég áttaði mig á þessu, sko ég er búinn að vera að halda því lengi fram að Charles Manson sé fórnardýr alveg eins og hann morðinginn í Noregi, það er að segja að hann sé blórinn, proxín, þarna eru að morðin hafi verið fórnarathöfn, þar sem verið að hella blóði fyrir einhverja fórn, fyrir einhverja ástæðu og til þess að fólkið í hinum mælda veruleika geti kynnt því sem var í gangi, þá þarf proxy, þá þarf sökudólgin. Heyrist í mig? Það er eitthvað frost á þessu? Ertu þarna? Það verðist vera farin tengingin eða eitthvað. Ég kannski var að segja mikið. Heyrðu í mig núna, þetta komin inn aftur. En ég tók þetta, Charles Manson, þetta væri bara fórnardýr, eða sem sagt fórnarathöfn. Og ég er búinn að rökstyðja það á mörgum stöðum, ég ætla ekki út í það endilega. En fljótlega eftir ég fattaði þetta sýn, þá fattaði ég, heyrðu, útdauðadæmið er nákvæmlega sama mynstur. Og á vissan hátt, ég veit ekki hvort ég er búinn að skrifa það ennþá einhvers staðar, ég held ég hafi skrifað á Facebookinu, einhvers staðar er ég búinn að henda þið frá mér allavega, á vissan hátt má sjá 9 og 11 á sama hátt, sem fórnarathöfn, sem fórnaði blóði áður en farið er að gera eitthvað. Og ég er farin að sjá þetta, sko, fyrir hinu venjulega mannesku, það hljómar svona fullyrðing gjörsamlega út í hönd. En við þurfum að átta okkur á ef við ætlum að skilja svona pælinguna, fyrir ekki að? Ef þú vilt finna Manson og Breivik og alla þess að gaura á sama, ef þú vilt tala það bara alla einn. Nú heyri ég ekki þér. Ég veit ekki, það er engin tenging núna, sko. Ég veit ekki hvort þú heyrir í mér. Nú heyrði ég, já ég heyri bara, já, nei, ég heyri stundum kemur eitt og eitt orð, annars heyri ég ekki neitt, sko. En núna, heyrðu núna þér? Núna heyrði ég, já. Ok, ég var að segja, sko, ef þú vilt taka viðtal við alla þessa gaura í einu Manson og Breivik og alla þessa proxy gaura, þá finnur þú bara eyju sem heitir Grýlueyja eða Monster Island eða Tröllaeyja og þeir eru örugglega þar bara í sólinni að lepja. Já, ég get alveg keypt það, sko. Lepja viski og hérna er að fá þjónustu daginn út og daginn inn, sko. Já, en ég held að þýði ekkert, sko, að reyna að útskýra fyrir fólki af hverju ég er að vinna með þennan mystíska veruleika núna. Vegna þess að fólk hefur enga forsendur til að skilja þetta. Fólk veit heldur ekki til dæmis að ég var í 3-4 ár, má segja, á bólakafi í galdragrúski áður en ég varð kristinn, sko. Og núna veit ég ekkert hvort þú ert þarna. Að ég bara myndir allt í einu bara frosin. Núna er ég að byrja að heyra eitthvað brak. Bara tengingin er eitthvað staðar út á túnni, sko.
Það alltaf verið að trufla okkur alltaf, við látum það ekki stoppa okkur. Nei. Ég veit að ég bara rétt áður en ég heyrði í þér, var ég nýbúin að endurreisa ráturinn minn, þannig að hann ný endurreistur og... Já, ég endurreisti tölvuna líka, þannig að það var ekki verið að reyna þessu. Og tölva mín var bara, ég kveikti ekki á henni fyrir klukkutíma rúmum, sko, 2 tímum. En ég átta mig á því að 99% af fólki getur ekki skilið hvað ég er að tala um. En mér langar að koma einum punkt að í tengslum við þetta. Vegna þess að ég og þú höfum haft mikið áhuga að tala stundum vísindin. Að vísindin séu... Já, að vísindin séu... Að vísindin eru ekki það sem fólk heldur að þau séu. Og ég hef oft sagt til sjálfa mig, það væri kannski snjallt að setjast niður og gera bara lista yfir fullt af vísindalegum forsendum sem eru byggðar á væntingum. Og síðan vísindaheimur byggður ofan á þessar væntingar. En ég hef ekkert lagt mig eftir því að það dugar mér að ég sé þetta og ef aðrir sjá þetta, ertu dottin út aftur, já. Já, halló. Hello, en nú kom eitthvað restart, sko. Já, það er eitthvað í gangi, sko. Það sem ég ætla að segja er, sko, þegar ég fór að vinna... Við byrjum að heilsa ykkur hérna í NSA og CIA. Já, það er bara ánægilegt að þið séu að eyða púðri í okkur, sko. Þið eru þá ekki að eyða púðri í eitthvað. Já. Vona bara að komi styrkurinn á PayPal, bara, CIA. Þetta er náttúrulega borga fyrir þetta, sko. Já, maður sko að Jesús sagði, ef þið eru ofsóttir mín vegna, þá eru það réttri leið. Við erum ekkert að segja neitt sem er leitt á þeim, ég har hlustað á allt það þið vilja. Sko, við vorum mikið að pæla í þessu vetur og ég sko, eftir því sem við fórum að tala meir um þetta og fór ég að hugsa meir um þetta og ég fór að taka betur eftir þegar ég var að grúska kannski Wikipedia eða einhverjum gömlum bókum eða einhverju drasli, þegar ég var að sjá einhverjum svona vísindalegar pælingar og ef ég fór aðeins ofan í og undir yfirborði þá fann ég einhvers staðar undirstöður sem sögðu þetta hlýtur að vera svona og þess vegna dreg ég þessar ályktanir og svo var bara byggt hús ofan á það. Og það dugði mér til að segja vísindaheimurinn, læknaheimurinn, efnahagsheimurinn, pólitíski heimurinn er allur byggður á einhverju mystík og það er þaðan sem kemur það sem ég er að gera í ensku vídeónum mínum að ég er svolítið með þetta sem undirliggjandi þráð að þó að 90% af fólki sé þessu mældaveruleika, því sem ég kalla hinn tvívíðaveruleika, vinstri og hægri, reglustika, mælanlegt, skilgreinanlegt, að það sé til fleiri hliðar á veruleikanum, fleiri sýnir á veruleikanum. Ég hef lengi sagt að það eru til 7 meginstraumar og hver meginstraumur hafi 3 hliðar. Hann hafi bright side, dark side og twilight. Og þetta er hugarmódel sem virkar að fyrir að nota. Og ég er náttúrulega haldið á loft að ég veit að það er svo fáir sem fatta það. Þetta er alveg nýtt pæl í menningarsögunni. En ég sé þegar ég nota það og ég er ekkert orðinn klár að nota það, sko. Ég er bara nýbyrjaður að nota það sjálfur, það er svo stutt síðan ég fattaði þetta. En ég sé þegar maður fer að nota það virkar. Og þá fer maður sjálfkrafa að sjá meiri dýpt í hlutunum, sjá meiri vídd og sjá meira og hérna kemur bara rúsínan, sko. Allt sem að ég sé þegar ég horfi á hugmyndaheim fólks er mystík. En fólk veit ekki að það er mystík. En hérna, ég hef stundum sagt að það sem er satt í hennu smæsta er satt í hennu stæðsta. Já. Og ég skil þessa andlegu pælingu og ég skil þessa sjö safnaðu og fallu og allt þetta. Ég skil hana. Og það við að blandast saman. Nú ertu slitrótt aftur? Já, ég segi þegar þú blandar þessu tvennu saman, þá verður það svolítið óskýrt, sko. Já, ég veit. Til dæmis þetta sem þú vorst að segja verulega Englana og allt þetta, sko. Hvernig útskýrur
sigurgöngu fótboltaleysi sem ég talaði áðan og múturþagni dómarans með þessu. Ég ekki komin svo langt. Nei, ég segi stundum, fyrir mér, ég mjög gaman að þessum pælingum sem þú ert að fara í og með yfir í opinberunarbókina og þessi 7, það líka 7 konungar og það alls konar, þetta pæling, og en hins vegar í svona bara praktískum málum, hvernig hlutin eru framkvæmdir, þá finnst mér, ég náttúrulega verið að reyna að útskýra þetta í mörg ár, hvernig þetta Bilderberg-net virkar og þessi teikning sem ég Nótastu út aftur? Já, ég komst fljótt að þeirra niðurstaða að ég blanda þessu saman, þá kemur eitthvað út sem algjörlega óskiljanlegt. Já. Þannig að ég reyndi að taka bara annað efnið í einu, til þess að til dæmis að ná þessu fram, þá þarftu að vera með ákveðna trú. Já. Þú þarft að vera með einhvers konar trú sem þú færð stóran hópa fólki til þess að fylgja. Ég veit það nú ekki, já, ok. Þú meinar þegar þú ert að tala þetta fólk hérna út í heiminum? Já, bara almennt. Það alveg sem hvað það að gera. Bara ef við tökum fótboltaliðið aftur. Já. Þú þarft að fá fótboltaliðið til þess að trúa því að það muni vinna næsta leik. Já. Þótt að það hefði tapað 10 síðustu leikjum. Já. Og þú ert með sérstaka mann í stöðu sem heitir þjálfari til þess að peppa það upp í fólki. Nei, við vinnum þennan leik, þennan leik tökum við. Þetta bara hópefli og þetta bara hópismi. Alveg getur verið í ákvæðum skeiða, þetta peppismi. Ekki hópismi, þetta peppismi. Og sama með að þetta lið í þessum mafíum, að fólk sem allir sér í mafíu, það upplifir sig ekkert endilega að það sé vont, Nei, alls ekki. Það upplifir bara betur, ég þarf að sjá fyrir mér og mínum og þetta bara það sem ég gerir til þess að gera það. Og sama með þá sem að fremja þjóðamorð til dæmis. Þeir sem að fremdu þjóðamorðin í í Rúanda. Já. Þeir töldu þetta fólk sem þeir voru að drepa það versta undir sólinn. Þeir sögðu þetta eru bara maurar. Já. Og þetta bara fólk sem á ekkert annað skilið en að vera drepið. Þannig að þú þarft alltaf einhverja hóp hugsun til þess að framkvæma svona hluti. Og það eina, og síðan þetta sett í alls konar liti og þetta eins og, ég meina, ef þú kaupir ís, þá getur þú fengið 300 tegundir af ís, Já. Að það breytir einhverjum eðli ís, hvaða flavor á honum. Og sama að, þetta sem Bilderberg að byggja upp, eða New World Order, eða Illuminati, að þetta eru bara svona ákveðnir, þetta eru svona ákveðin hópeflis, það þarf að búa til eitthvað til þess að fá ákveðna hluti í motion, Já. Og þegar þú ferð að fara ómikið út í þá pælingu, af hverju trúðu þetta fótboltalið að það myndi vinna leikinn þótt að það tapað 10 undanfarnir leikum, það engin lógik í því, Og eru þá þjálfarinn bara legari, eru bara allir þjálfarar legari sem ekki nokkrum einustu tengslum við raunveruleikann. Að það kannski svona, ég má aðeins kritisera vídeóinu ekki það, ég hlustaði öll, hvert eitt og einastæðin og ég vil alls ekki missa vídeói, Okay. Ég fyrir á rásina til að tjekka hvort ég hefði missað vídeói, Okay. Að ég alveg með á nótunum þegar þú ert að hoppa á milli þessar að tvekja heima. Já. En ég get lofaður því að fullt af einu hlustundum bara, það engin tenging, Já. En að sjálfsögðu gerur þættina bara eins og þú vilt. Já. Þessna var ég notað sem samlíking á hann. Ég bara maður í myrkri að róta upp einhverju og þegar ég dett mér á eitthvað sem minnst þess virði að vera sagt frá, þá hendi ég þið frá mér og held svo áfram að grafa. Og ef einhver pikkar það, og einn vinur minn sagði við mig til að svipa á þú, hann sagði ég að fylgjast með vídeónu þínum og hann sagði sumum næ alveg tengingu við og sumum flegi ég nú bara strax frá mér.
Já, það er eins og pröfa að útskýra múturþægni þessa dómara og stöðuðar líka þjálfarni og hinuliðanum sem að tala. Það er bara listing, sko. Þetta er okkurlega praktísk og einfalt, sko. Það er þessi dómara og mútar, af því að mannesku verður mjög opnar fyrir því að fá einhvers konar mútur og láta það hafa áhrif á hugsun sína og láta það skada, sko. En ef við má bara taka eitt varðandi fótboltalið, vegna þess að þetta er mjög góð pæling, sko, og þess vegna var ég líka að segja áðan að eins og til að þú ert búin að vera mjög duglegur að benda á hluti eins og Bilderberg og fleira hluti sem að þú bent á eins og ég var nú bara síðast í fyrradag, heyrir í mig? Það verðist vera tengingin aftur, það eitthvað. Já, nú ertu að koma inn aftur. Fellet vesen þetta hjá NSA núna. Já, taktu síðastu setningu aftur. Ég man ekki hvar ég var, en það var, ég bara byrja aftur, það var sko fyrir bara 2-3 dögum, þá var einhver kunningi minn að ræða við mig Frelsi TV rásina, sko. Og við vorum bara svona að ræða það sem þú ert búin að vera að gera síðan Frelsi TV byrjaði. Og ég hef einmitt vitnaði sérstaklega í þarna vídeói þar sem þú varst að fjalla maurar og já, fljúgandi maurar, eða fljúgandi úlfaldar. Maurar og fljúgandi úlfaldar. Og ég var einmitt að segja við hann, ég sagði einmitt við hann að vinn minn að ég þarf að horfa aftur á þetta vídeó núna á næstu dögum til að rifja það eins upp, því ég var svo hrifinn af því. Ég þarf að rifja upp hvað það var sem gerði mig svona hrifinn af því. Og það er nú einmitt kosturinn við svona YouTube-rásir að eins og til þess að ég sjálfur að byrja að vitna stundum í sum vídeó sem ég hef gert, að raða þeim í samhengi. Og það er, sko, ég átta mig á því til dæmis að efnistökin hjá mér og sérstaklega formið sem ég nota er þannig gert að það mun aldrei ná vinsældum hvað þá fólk muni fatta. Ég fekk bara komment í morgun á Manson-vídeóið mitt frá einhverju manni sem bara hljómar eins og hann hafa aldrei hugsað heila hugsun á ævinni, sko. Það var bara svona eins og svona excerpt upp úr dómskjölunum og þú segir, já, ég ágætt að fá komment. En sko, já, ég veit ekki, sko, ég segi reglulega við sjálf mig, ætli það skipti nokkru máli sem ég er að gera, en ég segi við sjálf mig að ég er að henda þessu frá mér, einhver tíman mun ykkur sjá eitthvað notagildi í. Punktur. Ég get sagt að þetta er mjög gott sem þú ert að gera og og ég styð heilshugar það sem þú ert að gera og hveti til að gera meira. Takk fyrir það. Og framleiða bara eins mikið þú getur. Af því að þú ert líka að koma með punkta það sem að vantar inn í dæmið, sko. Og meira segja ertu að gefa mér punkta, sko. Já, gott að heyra. Það er bara að gera sem mest, sko. En meira segja eins og stórmenni í þessum bransa eins og Davíð Æk, sko. Já. Ég myndi eiginlega að gefa honum sömu gagnrýni að hann stundum að blanda saman of mystískum hlutum inn í hreina praktík. Já. En það sem þannig missir boðskapurinn hans út af flugið, sko. Salka eitthvað að pyrra mig. Það sem ég líti á þetta svolítið öðruvísi. Ég líti einmitt á þetta eins og þú ert að segja. Þú veist, ég fekk bara komment frá einnig góðri konu í fyrradag á eitt íslensku vídeónum mínum komment sem ég þótti afskaplega væntum af því að það er einmitt frá mannesku sem að ég ber mikla virðingu fyrir. Sem ég tek sjálfur mikið mark á þegar hún lætur eitthvað frá sér. Og það er eins, þannig ég lít svolítið meira á þetta sem sko, eins og þess vegna var ég að byrja að tala Frelsi TV áðan, að þegar þú kemur með ný vídeó þá er svo stór sneið af fólki sem horfir á það sem þú ert að koma fram með, af því þú ert að horfa á þennan praktíska veruleika sem fólk getur skilið. Og það er einmitt eitt af því sem ég hef alltaf verið að hæla Frelsi TV fyrir. Ég veit að það eru fullt af hlutum sem við myndum nálgast öðruvísi, kannski verið ósamála þitt eða þetta, það skiptir mig engu máli. Sko, sú umfjöllun sem þú hefur verið með hefur fengið fullt af fólki til þess að byrja að horfa, byrja að raða saman brotum, byrja að leggja saman, sko, rekja línuna. Nú verður þetta að vera dottin út aftur, ég veit ekki hvort það heyrist í mér. En það sem ég er að gera, ég upplifi mig miklu meiri í dag þannig ég sé bara að taka þátt í samræðu.
Ég til dæmis, ég setti til þess eina samsæringagrúppuna í fyrradag eða hindaginn mynd af frétt, bara það var frétt á, það sem var verið að vitni viðtal við konu á landinu sem er svona elitu kona og bara með einni spurningu sem ég varpaði fram og kom heilmikill umræðuþráður í kjölfarið, samræðuþráður. Að maður sér að fólk að byrja svona aðeins að byrja að rýna á bakvið línuna, rýna ofan í og er tilbúið að taka þátt í samræðu og við öll erum að leggja í púkkið, sko. Ég sé þetta miklu meira þannig og þess að eins og til þess að ég gerði Bilderberg-vídeó mitt í fyrradag, ég var mjög ánægður með að núna er búin að vera umræða Bilderberg og þetta er margir búin að segja eitthvað og ég hugsaði, hér hef ég einn mola til að leggja inn í þá umræðu. Kannski meikar hann sens, kannski ekki, en hann er þarna bara. Ef einhver getur notað hann, flott. Og það er eins með sko David Icke, hann kemur með þessa reptilian theory sem að hann viðurkennir sjálfur að þetta er ekki hugmynd frá honum. Og hann hefur í viðtali vitnað í konuna sem gaf honum hugmyndina. En hún meikar sens. Fyrst þegar ég heyrði þessa kenningu og segi bara, hvað að þér? Það var einhver sem var að segja mig frá þessu. En það hringdi á einhverju bjöllu. Og ég er ekki ennþá farin að viðurkenna þessa reptilian theory. Ég sé hana hins vegar á allt annan hátt. Ég túlka hana á minn hátt og ég fjallaði það á til dæmis í vídeónu mínum Núbírú. Ég sé þar eina hlið á reptilian-pælingunni. En það er svo gaman að því þegar fólk kemur með eitthvað svona, það hringir okkur í bjöllu og svo líður tíma, þú ert að vinna, þú ert að grúska, þú ert að púsla saman, hver og einn sem einstaklingur og svo smátt og smátt verður það make a sense. Og David Icke hefur einmitt sagt sjálfur að á vissan hátt sé þessi reptilian-kenning bara módel. Já, ég hef reyndar tekið hana aðeins fyrir og þá hef ég tekið hana fyrir í sko, það er hérna það sem við kalla reptilian brain. Það er svona stofninn í okkur sko, það er elsti hlutin af heilanum. Já. Og fyrir mér er þetta bara, hann er að lýsa því að sko að þetta fólk sem er komið í þessa stöðu, eða þessi fólk sem er að framkvæma þetta ógeð er búið að tapa öllu mannlega hlutanum úr heilabúinu. Það komið bara í operation hér aftast. Sko. Og einmitt hluti af þessum rituálum og skaða sem unnið er á börnum sem allra fyrst frá því þeir fæðast. Það er umskurn og allt þetta læknakukl snýst það að skemma ákveðna heilaþroska sko. Læknamystík. Já, til þess að reyna til þess að leggja til grundvöll til þess að geta náð reptile brain upp sko, eða hann geti tekið yfir stjórn sko. Já. Og hluta til er sko hérna ég var að hlusta á hann Lambart sem tók viðtal við Óla, næsta viðtal á eftir á rásinni er við hann, ég man ekki hvað hann heitir, rosalega skemmtilegu kall. Peter Kling. Já, Peter, já, einmitt. Hann var að tala hann er reyndar sko, hann fer svolítið út í spacið sko, þannig að hann týnir mér oft inn. Já, en alveg gullmólar slóðin liggur eftir hann sko. Hann var að tala þetta alfa og beta bylgjur sko, að ef þú ert í rólegheitum og í frið og til dæmis innhverfi íhugun og jóga og allar þessar athafnir sem að róa hugan er til þess að vera í alfa bylgjunni sko. Já. Og þegar þú ert í beta bylgju þá ertu í ótta og þú veist, þú ert svona að hlaupa eða að vera í étinmót sko. Já. Og hann var að segja sko að ástæðan fyrir því að elitan vill halda fólk í stöðugum ótta er að þá getur það ekki gert langtíma áætlun. Því að í beta bylgjunni þá getur það ekki gert langtíma áætlun. Þú ert bara að hugsa að lifa næsta dag eða næsta mínútu sko. Mjög góð punktur. Og þess vegna eru elitubörn fara í allt annað uppeldi
að þau þurfa að geta virkað alfa-bylgjurnar. Þetta fólk hugsar í árhundruðum, sko. Já. Og það að hluta til líka með þetta að það ekki lógik í því að vera með druslugöngu og síðan að tala allir kallmenn séu nauðgarar helgin og eftir. Þetta bara spilað til þess að og í rauninni drusluganga opinber athöfn til þess að hvetja til nauðgana. Ég veit að það fólk sem fylgist með djúphaugum sem að mun einmitt tengja þetta, bæði þessar pælingar þess sem við vorum með varðandi Vestmannaeyjar og ég veit að sumt að ég var að fylgjast með því sem ég var að taka fyrir þar og þegar þú bætir þessum punkti við með druslugönguna, þetta mjög flott lína sem hann birtist. Já, en sko þetta bara druslugöngur eins og segjum að ég ætla að fara í úlfagöngu, ég ætla að fara í gegnum einhvern skóg þar sem alveg rosalega mikið af úlfum. Já. En sko áður en ég fer í þessa göngu þá situr hún að lærisneiðar utan á mig, ég svona lærisneiðar fötum, sko. Lappa ég gegnum skóginn og svo bara herðu. Það var fullt af svona vondum úlfum sem réðust á mig. Ég veit ekki varstu í einhverju varnarbúna, hvernig varður við fyrir úlfunum? Nei, ég var með svona kótilettur utan á mig. Já, af hverju varstu með það? Já, bara, úlfar eiga, allir úlfar eru bara, úlfar eiga bara að hegða sér, skilur við. Það er bara verið það er bara helgin áður bara hátíð að allar kettlingar eru druslur og bara ríðum eins og ekki sýnist. Já. Svo kemur allir kallmenn eru nauðgarar. Það að veldi. Já. Þetta mjög góð samlíking, sko. Come on. Þegar ég aftur bara fuck you, sko. Já. Og þessi umræða er mjög Ekki þókað, þetta er fávitan, sko. En það er mjög mikið einmitt í múslimaheiminum að það tala einmitt á þessum nótunum, sko. Ef þú klæðir þig óviðandi þá áttu skilja það svo fært. Nú ertu dottinn út aftur. Síðast að hafa senn. Já, nú ertu að koma inn aftur. Já, er ég komin inn núna? Þú ert að skríða inn, sko. Já, ég fari eftir næstu viku fari ljós. Já, það er allan ekkert breyst í uppsetningum hjá mér, það er allt við það sama, sko. Það er svona. En fólk ég veit ekki, maður svona, ég orðinn svo rólegur eitthvað undanfari líka, og eins og ég var að segja bara áðan, ég veit ekki einu svona hvort að sé þess virði að vera að gera þetta efni sem ég er að henda frá mér. Samt koma svona punktar eins og þetta með mannfórnirnar situr mikið í mér og mér fannst svo áhugavert að Óli Dammegard er að taka það fyrir bara 2-3 vikum eftir að við vorum að tala þetta. Og eins tenginguna við Mannsson og fleira, sko. Ég til dæmis búin að vera lengi að halda því fram að Pearl Harbor árásin hafi verið false flag operation og ég veit hvað það er langt. Nei, ég hef þetta sagt það oft, ég held ég að geta sér þáttið um þetta. Ég kannast nú ekki við það, en ég fá bara mista á honum. Það getur verið í live-on, það er rosalega mikið í live-on. Já, ég veit það. Það er langa tíma að fiska það upp, sko. Og þetta var, ég veit allavega að hugmyndin vaknaði hjá mér bara einhver tíma einhverju kvöldi, sko. Þannig ég er nokkuð viss ég sé ekki stelaði frá þér. Þetta með falska fánan í Pearl Harbor, það er til heilar heimildarmyndir. Já, ok, ég hef ekki séð neitt af það, sko. Þetta er algjörlega. Já, en ég var búin að fjalla það nokkuð á, þegar ég verið að tala falska fána, það er alltaf haft Pearl inn í. Já, ég kannast ekki við það, sko. Ég man allan ekki eftir því að hafa séð þig eða neitt annan minnast á það. Það var bara í ykkur grúski í fyrravetur sem ég var eitthvað að pæla og ég allt í einu hugsaði þetta, hvað ef þetta var falskur fáni. Og ég rökstuddi það bara í mínum haus. Ég hef hvergi skrifað rökstuðninguna, jú, ég hef ykkur stað að setja hann á Facebookinu með það. Ég ætlaði að vera búin að rökstuða hana betur. Ákveð ég segi þetta, ég kannast ekki við að hafa lesið þetta og heyrt þetta hjá neinu, þér eða öðrum. En svo var ég hins vegar að grúska núna fyrir örfáum dögum. Þá settist ég niður og fór að pæli býttu, stenst þessi pæling hjá mér.
og það óbúslega erfitt að rökstyðja hana og það líka mjög auðvelt, það fyrir eftir hvaða nálgun maður notar. Já, þú veist, það en ég sagði bara nýlega að það var auðveldara að framkvæma þetta heldur en 9-11. Já. En það sem að, sko, ástæðan fyrir því að þetta setur í mér eitt af tengist líka þessu mystíska veruleika. If you can do it once, you will do it again. Það sem svo spennandi, þetta eins og framhjáhald. Þú veist, fólk sem að stundar framhjáhald, það náttúrulega mismunandi tegundir. Ég hef lesið grein það á fleiri en einum stað held ég, að fólk talar að þetta sé svo mikið spenna. Það svo mikið spenna sem myndast við, þú veist, kemst það upp til dæmis, eða, þú veist, þetta eitthvað svona forboðið sem má ekki. Og það myndist einhver svona svakaleg erótísk spenna bara við tilhugsunina að þú ert að gera eitthvað mjög bannað. Já. Og þú veist, mun ég tala svefni, þannig að makinn fatti það. Og þarna, sko, hvort sem það Perluhöfn eða 9-11 eða eitthvað annað, kemst ég upp með svona stóra blekkingu. Já. Þú veist, kemst ég upp með það. Og það kemur að því að þú framkvæmir blekkingu sem að allir muni sjá í gegnum, strax. Geturðu staðist freistinguna? Já. Nei, ég vil þú alltaf... Sko... Nú heyri ég ekki þér. Halló. Ég heyri ekki þér núna. Ég sé okkur smá hreyfingu á skjánum. Ég segi, þú setur bara einn falsk. Nú heyri ég bara brand og bristi. Núna? Já, nú heyri ég. Hvað segir ég? Ef þú setur einn falsk slag Pearl Harbor, þá kemur alveg bara runa að linktum, sko. Já, ok, cool. Ég valdi ekki úr skæði. Nei, Infowars, það alveg fullt að Pearl Harbor almennt inn í falska fána listanum hjá samsæringum, sko. Já, það bara fréttir fyrir mér, sko. Já. Ég held að mér hefur fyrstum dottið þetta í hug, sko. Það lendur oft í því, sko. Já, ég svo, það bara eins og ég hef sagt svo oft, ég svo lítið að rekja hvað aðrir að gera. Þú veist, mér dettur eitthvað í hug, ég fer að pæla í því, svo fer ég að spá hvort hann stenst rök og svo fer ég að gá hvort einhver aðrir hafi gert það. Mér finnst gaman að finna þátt og mér þú ert að segja mér gleðifréttir, sko. Þú veist, ok, þá hugmyndin mín ekkert svo far átt og ég hafði ekki hugmyndum að þú hefði minnst á þetta átt. Ég hef sagt þetta í djúpgöðunum, sko, og ég droppaði þessu í Facebook og og ég fengið alveg kommenta á það, en ég held að það væri eiginlega enginn að tala um þetta. Þú veist að ég líka uppfinningamaður, sko. Og það hefur gerst fyrir mig að ég hef fundið upp ákveðna hluti og komið síðan aðeins einhver annar búinn að taka patent á því að finna upp ná. Já, notastu þú datur? Og ég Nú ertu datur og datur? Ég ætla að prófa eitt, nú ertu datur og ég ætla að prófa eins að slökka á Android-símanum. Kannski hann eitthvað að tröfla. Já, ég þarf að fara fljótlega, ég fara að keyra hann. Ég búinn að slökka á Android Wi-Fi-inu. Til þess að vinna fyrir sér. Þannig ég heyrði ekki til menn í stofu. Nú ég heyrði ennþá slitrótt í þér. Já, ég var að segja sko að ég hef stundum fundið upp hluti. Já. Nú er þetta startur. Nú heyrði ég 1 orð. Það er að taka patent á því, Nú heyrði ég 3 orð í raunu. Nú heyrði ég ekki neitt. Bara horfi ég á ljósmyndaðir á skjánum. Já, ég mjög vel í þér, sko. Já, þetta rosalega skrítið. En það allavega núna engin nettenging í ganginum að bara Google Hangout-glöggin. Það ekkert í gangi í minninu, það slökkt á Dropboxinu. Já.
Það kveikti reyndar á antivírusnum. Hvað ef ég drepa honum? Ég drepa bara honum. Já, en það sem ég var að segja er að ég stundur fundið upp hluti sko og síðan komist að því að einhver annar var búinn að finna nákvæmlega saman upp og jafnvel taka patent á því og jafnvel markasetta í mörg ár sko. Okay. Og sumir verða bara sárir þegar þeir lenda í þessu og bara, ég er bara hálfvitið og allt ómögulegt sem ég geri. Ég hef alltaf tekið þannig að þetta þýðir að aðferðirnar mínar fyrir að finna hluti upp eru réttar. Já, ég tekið þetta þannig líka. Procedure minn virkar. Já. Og bara það einhver annar var búinn að finna þetta upp stannar bara þessi procedure minn var réttur. Já. Ja, alveg svo þetta með perluhöfn. Ég er búinn að vera að pæla í þessu svona af og til í tæpt ár kannski. En ég hef ekkert grúskað í því. Ég hef bara varpað þessu fram og ég varpa þessu fram öðru hvoru meira svona sem svo memo to self. Ég á eftir að grúska í þessu. En þú er bara staðfesta það sem að hugmyndin ekkert fara átt. Veist, okay. Já, sem fyrir þér átt að taka þannig þá að ferillinn sem hún nota til að komast að þessari niðurstöðu réttur. Já, svona af því ég er svolítið montinn af aðferðinni sem ég nota. Og vegna þess að sko aðferðin sem ég er að nota kannski hægvirkari af því ég er oft að grúska í hlutum að því ég fekk þetta insight sko, þegar já, perluhöfn var falskur fláni. Nei, það getur ekki verið. Svo sem maður, já, en ef það væri falskur fláni, hvernig væri það framkvæmt? Svo, og það sem búið að vera tæpt ár sem þetta er svona hugmynd sem hefur ekki átt háan forgang hjá mér. Það var bara í fyrradag sem ég var að byrja að googla, hvernig er official frásögnin, hver eru ljósmyndir. Og eitt af því fyrsta sem ég gerði ráð fyrir, þú munt ekki finna ljósmyndir af japanskum flugvélum á inni nema þeim sé kyrfilega stillt upp. Og það stemdi. Já, það er líka komið alltaf skjölum fram núna sem sanna að það var búið að segja þeim að þessi árás væri yfirvofandi. Já. Það er blokkuð. Nú ertu dottir. Þessi tenging er alveg að gera, ekki að gera sem sko. Það er svo gaman að við getum talað á flugi, svo bara tengingin bara alveg, nei, heyri ég ekki þér sko. Það er bara eins og þarna þegar truflunin var daginn á Sprekker. Hvað sem það? Það drepur flæði, þessi svona truflanir svona lengi. Já. Við þurfum að brjóta internet. En það er eitthvað sem er komið tími á þig, ég þarf bara. Gott að heyri í þig, kallið minn, ég var búinn að sakna þig. Nú ertu ekkert svona bara, sé bara ljósmynda Axel verið að gera svona. Já, nú ertu að koma inn, eitt orð já, þannig að koma eitt orð. Nú ekki neitt. Það er eitthvað buffer sem að vera ekki að gera sig. Já, það er eitthvað í gangi. Það er allavega engar breytingar sem hafa gerst hjá mér. Það er allt bara default eins og venjulega. Já. Og við getum útilokað að það er engar breytingar af allt sem staði tölvunni minni nema ég keypti mér nýja mús og NSA er kannski að lesa bíórytman minn í gegnum hana. Ég reyndar með Windows 10. Já, ok. Okkur það fara ekki. Ekki, það er bara langbeinast því að það er Windows í sko grafísku hönnun. Já, ég er bara Windows 7. Það geti bara valið á milli Windows eða Apple. Já, ok. Ég ætlaði að vera, sko núna er komið nýtt í livestreamin á Google að maður getur náð sér í eitthvað decoder til að fá hraðara upplót. Ég er ekki búinn að því, sko. Já, inn í handhaldinn. Já, ef þú ferð á Google og ætlar að gera svona livestream, þá komið eitthvað beta á einhverja þar sem þú þarft að getur náður í einhvern encoder í tölvuna þína og þá verður upplóti á streaminu hraðvirkara. Já, þetta er alveg á mörkunum að gera sér, sko. Já, þetta gengur ekki. Þetta eyðileggur samræðina, þetta eyðileggur flæðið. Já. Ég ætla nú líka að reynda að hafa þetta stutt í kvöld. Já. En ég fæ ljóslegaran fljótlega þannig að þá var ég allavega með spuna frá mér, eða hraða. Það var æðislegt. Ég get ekki fengið ljóslegar að það sé, það er bara kopar. Já, nú er þetta aftur. Já, við verðum eiginlega bara að segja þetta gott, kallum.
Leggjum í sjóinn fljótlega aftur. Endilega gerðu þeirra í sjóinn. Já, ég ger þetta bara því sem andinn tekur yfir mig. Þessi ensku tekur svo miklu orku. Ég að reyna að skrúa það aðeins niður. Það var bara að gera meira íslenskt. Hvað segir ég? Það var bara að gera meira íslenskt. Já, það auðvelt fyrir mig að gera þau, en svona, ég nenni ekki að vera að gera mikið af þessu. Ég veit ekki, ég á einhverjum svona uppreisnar, einhver uppreisnarandi í mér með þetta. Já, þú sér að ég tek mér stundum góðar pásur, sko. Já. Já. Ég held að það sé ekki gott að gera þetta alveg konstant endalaust, sko. Þá verður maður eins og Síbería, sko. Já, mér finnst, eins og hjá mér, ég ger þetta bara þegar mér finnst ég þurfa að koma einhverju frá mér. Já, mitt. Og eitthvað. Og ég setti til dæmis, sko, ég gerði færslun á heimberg.is. Það alveg nýtt hjá mér að fara að gera færslur fyrir vídeóin mín, en þar gerði ég færslu fyrir ykkur 4-5 vídeó sem ég gerði í bönu, af því mér finnst vera ákveðið þema í þeim. Já. Og endaði svo vídeóin hans Óli Dammegard, þannig ég veit alltaf hvað ég finn það ef ég þarf að fara í það aftur, því það voru svo margir góðir punktar í því. Og þú veist, ég hugsaði að ég vil hlusta á þetta aftur og geta vísað í þetta líka. Já. Þetta var mjög góð fyrirtök, mjög vel gert hjá hann. Og líka næsta vídeó eftir með honum Pítur var mjög gott líka, sko. Já, ég var ekkert að komin svo langt, sko. Nei. Ég búin að vera að rifja upp aðra hluti líka núna nokkuð daga. Já. Ég líka að reyna aðeins að minnka grúskið. Mér langar að fara að forrita aftur, ég hef ekkert forritað meira en í heilt ár. Og mér langar að kveikja aftur á forritaranum í mér, koma honum til. Já. En svo ég með sko 3 enskar á sér sem ég ekkert náða að sinna það í mjög langan tíma. Þetta kemur alltaf tímið eitthvað tíma. Já, þetta kemur eftir því sem maður hefur líka efni, sko. Já. Og eins og þú varst að segja, maður þarf að taka hvíldur á milli og ég líka líta út á þannig, sko, eins og þegar fólk að bíða eftir í mannstöðu þegar var oft verið að kvappa í þér, hvernig kemur næsta live, sko. Já, ég veit. Akkur er þetta ekki gera bara sjálfur live? Það er ennþá verið að kvappa bara núna. Kom eitt undir, hvað er live? Ég nefnilega líta á baráttuna sem að við, svona það sem ég kalla spiritual rebels í dag. Það er það sem að ég er að kalla sjálfum í stundum. Því ég vil ekki stimpla mig sem aktivista, ég er ekki dýnir aktivisma. Ég er bara að fjalla hluti sem ég sé eins og ég skil þá. Ég gæti vel haft rangt fyrir mér og það er bara fínt. Það er allt í lagi. Þá er ég bara leiðréttur. Þá læri ég bara eitthvað nýtt af því. En ég lít svo á baráttan okkar snýst að einstaklingar vakni til vitundar. Það er það sem ég er að gera. Og þeir skilja að hugmynd sem stjórnar þeir. Og eigandi þeirrar hugmyndar, svo sem hefur authority yfir þeirri hugmynd, mun græða á því. Reyndar núna rosalegt tímakapplöp, sko. Það sko 1000 að vakna í hverju einustu mánuði. Það fólk vakna rosalega hratt. Já. Og á sama tíma veldi hins illa að undirbúa mikla útreiningar á fólki sem að vakna. Sko veldi myrkursins veit að þess tíma komið. Já. Og það var gaman að ræða það mjög vel og sérstaklega þú ert að tala með fólk sem að vakna. Ég er búin að fá bara 2 á einni viku ábendingar frá einum vöknuðum vini sem að grúska alveg á fleyifærð og hann að grúska á sinn hátt, sko. Hann fylgist með því sem þú ert að gera, hann fylgist með því sem ég er að gera, en hann að fylgjast með líka hlutum sem hann vill grúski og hann að byrja að koma með alveg bara punkta, fullt af punktum. En hann var núna á einni viku búin að benda mér á athugasemdir og samræður bara út í samfélaginu sem bara skólabókardæmi þessa steinraunu dáleitu hugsun sem fólk er í og minna mig á hvað það er mikill vegur ófarinn fyrir mjög mikið af fólki til að vakna frá, og eins og ég myndi vilja orðið eins og ég meina það, vakna frá vanlíðan til vellíðunar. Ég hef engan áhuga að vakna til mín sannleika, eða vakna, ég myndi segja þess að segja afdálegast.
að vakna til vitundar að það maður sé dáleittur og hvernig geti afdáleitt mig. Það er þannig upplifi ég þetta, sko. Og maður sér hvað það mikið af fólki sem er týnt. Ég átti góðar samræður við góða konu núna í vikunni sem mjög vönduð og Það er bara máfur fyrir utan glugga. Já. Það er eitthvað bitur glóti sem máfurinn að reyna að komast í. Hundandi reikun í burtu. Það er bara mjög vönduð góð húsmóðir, mjög vel greint, mjög vel með á mótunum, mjög pælt en lifir í mainstream samfélaginu. Og bara fittar inn í það, en þú veist, hún er ekki stáleit, sko, hún er alveg, þú veist, meðvituð manneskja. En þegar þú ert inn í mainstream samfélaginu, þá tilengarðu þér ákveðna hluti sem fitta þar inn. Bara ákveðna hluti, þetta er eins og Páll Postuli sagði, vertu í heiminum á þess að tilheyra honum. Og við vorum að ræða alls konar hluti sem að skipta máli fyrir fjölskyldur á landinu og ég var að reyna svona haldur aftur af þjóðveldisárárunum í mér og reyna frekar að hlusta á það sem fólk út í samfélaginu hefur að segja því það sé á við að ég get ekki labbað í hús og sagt fólki að fara að hlusta á rásina þína eða rásina mína og vakna til þess veruleika sem við sjáum. Ég var meira að hugsa hvað ef ég sit og að tala við húsmóður og hlusta á hvað hún hefur að segja. Hvað hefur hún mér að segja? Hvað getur hún gefið mér? Þú veist. Og í samræðum þá get ég kannski bentin okkur að punta sem fær hana til þess að ekki fara að hugsa eins og ég hugsa heldur til þess að sjá kannski nýja vídd í sín eigin. Þú veist, það er þarna sem ég sé svolítið, sko, hinn stjarft áliti múur, hann sér kannski ekki, hann sé, sko, ég var næstu búin að gera þetta tvöfalt af. Það er svo mikið af áhorfendum hjá okkur sem að lesa í symbolisma. Já, ég má vera að passa sig, sko. Ég verð þá bara að gera svona, gengs. Það passa sig að vera ekki einhver gengsignal, sko. En málið það að ég einmitt hef ofta reynt að hlusta á svona það sem við köllum venjulegt fólk. En fyrir mér þetta bara svona spurningum, sko, fólk talar bara í heilaþvottafrösum og það talar ekki út heila hugsun frá sínum eigin huga. Já. Og eitt svona, ég var einmitt að hugsa það í dag. Ég búin að vera að pæla svolítið í því sem hefur verið að segja með þessi 7 engla, 9 veruleika og allt þetta sem við að tala Og ein aðferð til að útskýra þetta eins og í kaðli, ef þú bindur þræl í kaðal, hann settur saman úr mörgum þráðum, sko. Já. Þannig að þið tekst að naga einn þráðinn í burtu þá áttu 300 þræði eftir, sko. Og það það sem ég sé fólk gera, það naga sig í gegnum einn þráð og það fattar, heyrðu, valdstjórnin bara glæpasamtök. Já. Það vendu náttúruna og berjast fyrir mannréttindina bara. Oh my God. Já. Og svo útskýrir, náttúran notuð af valdstjórnin til þess að ná valdi yfir þér. Og þá fer það bara, nei, mannréttindi og réttindi dýra eiga að vera það sama. Já. Og þá fer að útskýra fyrir þeim, þetta stjórnkerfið sem við vorum að tala þetta bara sama kerfið. Það bara búið að skipta nafn og kennitölu á því, sko. Já, við verðum að vernda jörðina. Móðir jörð á að hafa rjórnarskrá. Það fer úr einni vitleysunni yfir. Ferð úr einu hugarkerfinu í annað. Sko. Já. Og það það sem þetta sem þú ert að reyna. Núndast út. Nú ertu ennþá úti. Nú ertu að koma inn. Rólega. Já. Að það þetta sem að ég upplifa að þú ert að reyna að útskýra að fólk sko margbundið niður eins og þræðir í kaðli ofan í þrældóm sinn, sko. Já,
Þess vegna segja á íslensku rásinni minni að það playlisti sem heitir ekkert hugmyndakerfi. Mitt hugmyndakerfi ekkert hugmyndakerfi. Ég gagnrýni, eins og þegar, ég til dæmis eingyðistrúar, ég trúi því ég sé spámaður eingyðistrúarinnar, ég tala mikið hugmyndir og eingyðistrúni, ég átta mig á því að þetta geti allt verið sjálfblekking. Og ég segi fólk, farðu ekki til að trúa því sem ég að segja, trúðu því sem þinn sannleikur. En skildu að leið og þú neglir þig inn í sannleika, þá getur hann neglt þig inni. Og ég stundum á í innri baráttu við sjálfa mig að minna mig á þessa hluti að festast ekki inn í þessu hugmyndakerfi. Þegar ég til dæmis tala að manneska geti selt sál sína og hleypt einhverju öðru entity af því að koma í gegnum sig, ég gæti alveg eins verið að þetta bara önnur lýsing á reptilian-módelina David Icke, til dæmis. Þetta nákvæmlega sama fyrirbæri, bara annað hugarmódel. Og ég sagði þetta við stúlku nýlega sem var að spyrja móti hluti, bandarísk stúlka sem var búin að vera að lesa logostyle.com. Hún var að spyrja mig út í ákveðna hluti og ákveðna útleik, bara að fá skýringar á sumu sem ég var að segja. Og ég gaf henni þessar skýringar og hún var svona pæli í þessu og ég enda á að segja takt eftir því að þetta bara hugarmódel, nota til þess að lýsa einhverju sýn. Og þá bara, já, þú meinar þetta bara módel, módelið skiptir engu máli. Módelið bara eins og annar filter og getur skipt marga filtera. Bara eins og fer til augnlæknis, hann getur sett á þig gleraugu með mörgum glerjum og svo prófað hvernig þú sérð eftir hverju. Og svo sagt, að þarna finn ég mitt frelsi, sko. Ég stundum leik mér af því, þó ég sé mjög trúaður og öfgatrúaður. Ég búinn að vera það nánast alla ævi. Ég byrja að vakna til trúar 8 ára gamall. Og án ytri áhrifa, þetta minn farvegur, ég á þetta sjálfur. Ég hef leyft fólki, sumu fólki tíma að hafa áhrif á það, en í dag nei. Og það bara partur af ferlinu. Og ég stundum ímynda mér að ég búi í veröld atheistans, að allt sé bara nákvæmlega eins og það lítur út fyrir að vera og mælanlegt. En svo allt í einu manni eftir GSM-síman. Og ég reyni að útskýra fyrir manni fyrir 100 árum hvað GSM hvað hann er. Og, þú veist, að það sé á við að þegar þú upplifir eitthvað andlegan veruleika, þá hann jafn raunverulegur fyrir þér og samtalið í GSM-símanum. Þú veist ekkert hvort að GSM-sími sé raunverulegur. Þú heldur það bara. Fyrir mér þegar Pétur spurði Jesú, hvað á ég ofta fyrirgefa bróður mínum? 7 sinnum? Þá sagði Jesú, nei, það fyrirgefa honum 70 sinnum. Var það ekki 7 sinnum 77? Nóttu dattur og dattur. Og ennþá úti. Þannig þetta heyrði eitt orð. Ætli NSS uppfæra eitthvað í ráturunum, sko. Af því þeir eru með leið. Það virðist vera eitthvað buffer sem þarf að reloada sig eða eitthvað. En allavega þá það fyrir mér svolítið, sko, hvað oft þarf maður að leysa Nóttu dattur og dattur. Sinnum. Nú heyrði ég eitt orð. Segir sko, til þess að útskýra fyrir fólk. Nóttu farin út aftur. Heyrði ég ekki neitt. Það ganga hjá okkur. Jú. Já, nei, nú heyrði ég þið hósta. Já, þú reykir núna. Nú það komið. Já. Þú ert að fá reyking á hóstan minn. Þetta svona óbeinar reykingar að þið horfa á vídeóinu hjá þér. Þetta mystískur veruleiki, sko. Look into my eyes. En að segja til þess að leysa raunverulega fyrir fólk, þá eins og að leysa það 7 sinnum fyrir. Já. En að fara að leysa á þessum andlegum veruleika svona 77 flækjurnar. Sko. Já. Það bara allt annað pakki, sko. En ég þarf að fara, hún orðin 5:30. Já. Og við vonum að
ég hafi ykkur orku til þess að taka eitthvað sprell í næstu viku, annars bara stefnum við á næstu helgi, kannski. Já, bara vonum að tengingin verði til friðis. Já. Og hérna. Ég veit ekki hvort að þetta tölvan eða hvað það ég náttúrulega... Menn hafa, hvað lengi búin að vera með Windows 10? Það 3 vikur, kannski. Okay. Ég veit ekkert hann, ég bara sá einhverja greina, voru einhverjir að fautast út í hann, sko. Ég bara með ennþá Windows 7. Hann er miklu skárri en Windows 8.1, þannig. Já. Það er ótrúlega að þetta fyrirtæki hefur aldrei tekist að gera almennilegt stýrikerfi. Það alveg hreint ótrúlegt. Já, ótrúlegt að Linux-movementið hafi ekki náð í heldur. Ég held reyndar líka að þetta séu Google-buggar, sko. Gæti verið það. Og svo náttúrulega vilja þeir, þegar greinlegt að þeir vilja að maður fara að ná í þessa encodera. Þeir munu gera livestreamin erfiðari. Hægt að sinna þeim. Veit að hverju verður erfiðari með kódegum? Það verður ekki bara betra? Nei, já, við sko, ef þeir reyndar ennþá beta-útgáfa hjá þeim, en það, veist, ef þeir vinna eins og maður vanur að hugbúnaða fyrirtæki vinni, þá mun maður fljótlega upplifa meiri óþægindi í livestreaminu ef maður fer ekki í encodering-leiðina, sko. Já. Ég hef ekki nefnt að niðurhala því að því að servitur, en ég ætla að gera það í vikunni, sko. Já, ég reyndar ekki með neitt rosa súper-internet, sko, en það samt alveg að ráða við þetta, sko. Nei, ég er bara venjulega ADSL-línu og kopar, sko. Já, ég líka. Já. Og bara ég sé fullt af öðrum böggum í Chrome-inu og Google-dóttinu, sko. Já. En þetta er það skásta sem í boði í dag. Já, já. Og þetta er einfalt og þægilegt að nota þetta, maður búinn að komast upp á lag með það. Já, já. Og þetta er ágætt, sko. Þetta er bara mjög jákvætt, þetta er allt saman mjög jákvætt, sko. Já. Nema það neikvætt, það er rosa neikvætt. Já, það er náttúrulega gengur ekki, sko. Nú erum við að tala svo mainstream aðrar, sko. Þetta er alltaf svo jákvætt, nema það sem er neikvætt, það er rosa neikvætt. Já, ég fékk nú komment frá eitt sem var að segja við mig sko, var að ráðleggja mér að gera einmitt nokkur mainstream-vídeó. Já. Nú sagði ég, já þá færðu kannski fleiri til að hlusta á þig, til þess að hlusta á skrýtnu vídeói. Já. Já, í neini segi ég. Já, ég tók þá stefnu strax að enginn er neittur til þess að hlusta á mig. Það er bara... Já, en það frelsitífi að ná til margra og að gera góða hluti. Já, þótt ég sé ekki að gera neitt eða prómótara neitt og þá ég með næstu 100 á viku. Nei, ég með milli 50 og 100 á dag í áhverf þótt ég sé ekki að gera neitt. Já, og þetta sitrast út, sko. Það er... Já. Því að það er búin að verða ákveðin vakning síðan þú byrjaðir hérna voru 2013, þá byrjaðir að koma með ákveðna hluti og maður er að sjá fullt af fólki og sérstaklega eftir við opnuðum þessa grúppu og maður sér að það er fullt af fólki sem hefur eitthvað að segja, vill koma ykkur á framfæri. Þú sér að fólk er ennþá að deila alls konar vídeó sem ég hef gert. Já. Þess vegna vildi ég eiginlega fara aftur í, sko, ég vildi fara í meira sér unnin vídeó og halda frelsitífi á þeirri línu. Já. En maður hefur bara ekki tíma í allt. Nei, það tekur tíma að móta líka. Ég meina, maður er líka að lifa lífinu, maður er ekki að fá tekjur fyrir þetta, maður er bara með, þú veist, eins og með það sem ég er að gera, ég hef áhuga á því sem ég er að gera, ég hef áhuga að tala um þessa hluti og ég er svona svolítið að við svo heyri núna að ég var spytu, er þetta nokkuð þessi virði að gera þetta, sko, með við orkuna sem fyrir í það og eins með grúskið sem maður liggur oft á bakvið þó maður kemur með eina fullyrðingu, það er kannski 3-4 tíma grúsk á bakvið þessa fullyrðingu, þó maður nenni ekki endilega að fara að rökstyðja. Ég er svo sjaldan að reyna að rökstyðja með einhverjum faktúal upplýsingum hversu með ég segi hlutina, því ég hef engan áhuga að reyna að sannfæra neitt. Ég er að reyna að ná til þeirra sem sjá svipað og ég sé frekar og það svona finnst mér skemmtilegt, sko. Það stækkar minn félagsring svolítið. Þú veist, þegar þú ert komin ákveðið langt í grúski þá upplifur ákveðin einmanaleika vegna þú missir getuna til að tengja við fólk.
Það tengir öðruvísi við fólk. Það orðið svo mainstream fólki, dáleita fólki getur ekki tengt við þig af því þú ert hættur að bekina frasana þeirra, dáleiðsluna þeirra, flötu heimsmyndina, þannig að þá fer maður að vanta samræði, samræði. Já, ég er í ákveðni svona, ég sé það á Facebookinni, að þar ákveðna procedure í gangi, Já. Þannig að ég er með mjög rosalega innhæft lið sem að dúkkar upp hjá mér þar. Já. Og já, þannig að það er svona alls konar stýringar í gangi, Já. Fyrir mér er alveg bara að koma á framfæri því sem maður að pæla sjálfur, og mér slétt sama hvað það finnst eða hvað aðrir að pæla það. Já, það skiptir mann minna máli, Já. Það skiptir mig, en eins og ég fæ mig, maður verður einmanna, eða ég upplifði það, maður byrjar að búa til heimsmynd sem enginn komst inn í þennan heim. Velkomin til eyðimörkina, það sem er bara Þarna er eyðimörkin, og það verður svo langt á milli hrópendana, nú veit ég, nú það stóð, ég veit ekkert hvort það heyrist í mér, en mér finnst eyðimörkin mjög heillandi fyrirbæri, ég bara segja, já. Já, það er mitt. En helgilega, við látum þetta gott heita í kvöld, og þakka það fyrir, já, við erum betra internet næst. Já, bara gaman að heyri þér, ég á bara að sakna þín. Já, og gerðum fleiri vídeó. Já, ég eftir því sem andinn kemur, þá ger ég það. Já, ég eftir nú aðeins að sinna korjörnum, Já. Það er peninga inn á heimili, Já, fjölskyldan gengur fyrir, Já. Heyrðu þau bara Guð blessi þig og bara til hamingju með nýtt starf. Ok. Takk fyrir það. Já, bye. Já, takk fyrir komuna og verið sæl.